Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að heyra af honum Áskili Jónsssyni sem er nýkominn úr sóttkví. Velkominn í föstudagsþáttinn. Takk fyrir. Varst þú sem sagt að koma úr sóttkví bara í dag? Bara áðan. Bara áðan? Já. Viltu aðeins segja okkur, hvað var til þess að þú fórst í sóttkví? Já, ég var á ferðalagi Ítalíu, Já. reyndar á Sikiley, Já. en síðustu 2 næturnar voru á Norður-Ítalíu. Já. Og þá er þetta alltaf að fara á stað, sko, Já. og í umræðan sóttkví og já, kemst að því að ég Já. eða er ráðlagt að fara í sóttkví. Já. En þess að daginn eftir að ég kem heim, þá greinist ég með smá einkenni. Já. Og læt athuga það og það var neikvætt sem er gott en var vinsamlegast beðinn að virða sóttkví. Já. Þannig að ég fór bara norður í sumarbústað. Var það bara strax fyrsta svona hugmyndin eða hefur alveg getað verið bara heima í Reykjavík í einhverju herbergi eða hvernig? Ég svona íhugaði það sko hvort ég gæti í rauninni unnið af því ég er landvörður og þú svona mikið einn. Já. En ég bý með fólki, öðrum landvörðum og það einhvern veginn var fljótt útilokað. Já. Þannig að já, að vera 2 vikur í bústað, það er ekki langt að keyra norður fyrir svoleiðis dvöl. Nei. Og hvernig undirbjóstu þetta? Ég bara fyllti bílinn af mat og bækur og föt og bara fór, keyrði af stað. Og þetta eru sjálfsagt margir að gera í dag, það eru margir í sóttkví, en þetta er svolítið áhugavert hvernig þú gerðir þetta. Þú gerðir svolítið meira úr þessari upplifun, þú festir hana á filmu eða símaðinn. Já, ég er á Instagram og alveg pínu virkur og svona... Mjög virkur. Já, mjög virkur síðustu 2 vikur. Hafði tíma. Já. En já, ég svona lét vita þessu og fólk fór svona að verða forvitnara og svo einhvern veginn af því að maður hefur tíma þá hafði maður svigrúm til að skapa eitthvað efni sko. Og svo gekk það nú bara ágætlega. Og hvernig viðbrögðum gast fylgst með þeim? Maður getur séð alveg það ekki, ég er ekki alveg með þessa miðla á hreinu en þú getur séð hver er að fylgjast með og hvernig það eykst frá degi til dags eða? Já. Þú sér það alveg? Já, það voru svona kannski 300 manns svona áður en þetta byrjaði að fylgjast með. En það fór alveg á svona vel yfir 1000 og á köflum yfir 2500 manns að fylgjast með. Þannig að það var svolítið mikil aukning og sérstaklega eftir viðtalið hjá DFF. Og svo komu nokkri svona áhrifavaldar og fóru að deila þessu líka og þá fann maður og maður tók svona, eða reyndi að fylgjast með þessu, það var svolítið mikið að gerast og já. Ég er ekki búin að sjá þetta alveg allt, en þetta er svolítið svona, það sem ég hef séð minni svolítið á svona það sem að normenn eru að gera í sjónvarpinu, svona slow TV. Já. Tíminn kannski líður hægt, en þetta er samt sko, þú ert að búa til svona efni í rauninni, þú ert búin að pæla alveg hvernig þú vilt sýna þetta, hvernig varstu þig að? Já, ég var náttúrulega bara með símann og var svona að stilla honum upp og svona, þetta er kannski áhugavert skot hérna, en já, mestmegnis var ég bara að gera það sem ég var að gera, bara að fá mig kaffi og labba og moka snjó og þannig að, þetta var mjög svona hægt og kastalegt, sko. Og pælingin var kannski bara að sýna fólki, veist, hvernig þetta er, ekkert að vera að búa til, ekkert eitthvað svona einhver ígrunduð pæling sem þú vildi koma framfæri, þetta var meira bara svona, þetta er það sem ég er að gera. Þetta var mikið bara, þú veist, það sem ég var að gera, en auðvitað fannst mér þetta sjálfum svolítið svona komískt að vera bara hana í bústað og má ekki hitta neitt og maður er eitthvað hana bara að moka snjó allan daginn, bara svona aftur og aftur. Greinilega. Já, mikill snjór og svo snjóaði aftur og Og svo grófstu þarna í skaflinn, sóttkví. Já, með fína brekku hana. Rosa flott svona sem að sást kannski vel að, var vegurinn þar fyrir neð? Já. Þannig að þeir sem keyra framhjá gáttu séð þetta? Já, einmitt. Og það var bara svona til að enginn kæmi nú örugglega í heimsókn? Já, það var nú bara eitt svona, þetta var nú svona hugmynd bara, það var nú alveg kostulegt að ná að skrifa hann í snjóinn og það heppnaðist vel og fór lunginn af deginum þann dag í það? Já. Og ég meina fór 1 dagur í að moka leið í kartöflugeymsluna. Og það var bara tekið upp og það var bara 1 dagur, skilur. Varstu með nógan mat? Já, ég var með nógan mat. Ég fór með fullt af dósamat, baunum og hrísgrjónum og svo náttúrulega kartöflugeymslan. Já. Þetta
þetta var ansi einhæft fæði hérna undir lokin, sko. Og svo varstu með útvarp, þú gast hlustað á Rás 1 og allar þessar rásir, Já. ekkert sjónvarp náttúrulega, eða hvað? Ég var með náttúrulega netsamband og horfði á auðvitað. sjónvarpsfréttirnar á kvöldin, en ég hlustaði bara á Rás 1, sko. Já. Áhugavert. En núna ertu búinn, sem sagt, í þessari sóttkví. Já. Og hvað tekur núna við? Bruna suður? Já, ég ætlaði svona að reyna að hitta fjölskylduna aðeins, mamma og pappa. Er hún hér fyrir norðan? Já, mamma og pappa búið á Húsavík og Dagbjört, systir mín, hérna býr á Laugum. Varstu í stöðugu sambandi eitthvað við þau símleiðis? Já. En eitt sem ég ætla að spyrja þig meira, varstu eitthvað smá einmann á tímabili því að þú smíðaðir þér vin? Það er já og nei, sko. Ég meina, þetta var náttúrulega partur af leiknum, sko, en hérna, það var alveg samt, hann hafði áhrif, sko. Var ekki gott að hafa hann í glugganum? Sérst að þú byggði Snjókall, fékk hann nafn eða? Nei. Nei, þú skýrðir hann ekkert? Nei. En þú grófst hann samt í lok dvalarinnar? Já. Þú jarðaðir hann? Já, það voru hérna, mynduðust tengsl þarna og nei, það var bara vinur, sko. Já. Og þú hélst honum við og svona því að hann kannski bránaði þarna eitthvað á milli daga eða misti tennurnar eða eitthvað? Það var hann á næst síðasta degi, þá byrjaði hann að brána allt svakalega og hérna, ég setti semst bláber. Þetta voru bláber? Þetta voru bláber. Þau byrjuðu að hrynja og ég var að svona laga hann og svona vonast til hann myndi haldast. Já. Svo síðasta daginn, þá var hann alltaf bara stórhríð og þá svona eiginlega ámyndaðist hann og þá var hann svona komið tími til að kveðja hann. Eitthvað svona sem þú heldur þegar framlíða stundir að muni standa upp úr þessari upplifun? Kannski erfitt að meta það í dag. Já, erfitt að segja, sko. Bara hvað þetta var notalegt, skemmtilegt. Já. Kom þér þetta ekkert á óvart? Já, kom þér kannski það á óvart að þetta var notalegt og skemmtilegt? Eða þekkir þú sjálf það vel og þú veist alveg að þú fungerir í svona aðstæðum? Já, þú veist, ég hef vanur yfir einn, sannarlega, og hérna, það er ekkert svo erfitt ef maður lærir að gera það, sko. Í landvörslunni, ertu einn þar eða svolítið? Ég hef verið mikið einn þar og svo hef ég er ég svona dyggur iðkandi hugleiðslu og hef verið á svona svokölluðum Vipassana námskeiðum sem eru 10 dagar alveg í þögn. Ókei. Og já. Það hlýtur nú að hjálpa þér svolítið. Já, ég gerði það, ég myndi segja það. Og varstu að hugleiða svona á hverjum degi? Ég ætlaði að gera það, en gerði það ekki. Kannski hafði ekki tíma á svo mikið kveikmyndatökunni. En ég fór hérna af stað í þessu sóttkví og hugsaði, já, nú get ég svo sannarlega sinnt hugleiðslunni og jóganu og lesið og svo gerði ég bara eiginlega ekkert af því, sko. Nei. Það er bara allt í lagi. Já, er það ekki? Já. En bara velkomin úr sóttkví og kannski í lokin einhver ráð svona til þeirra sem eru mögulega á leið í sóttkví? Já, takk fyrir það. Já, ég get bara sagt að sóttkví þarf ekkert að vera neitt sérstaklega slæm. Þetta er ekki, mér fannst þetta ekki mikil fórn, mér fannst þetta bara notalegt. Já, en kannski er fólk ekkert endilega eitt í sóttkví, kannski er þetta heilu fjölskyldunar eða allavega pör, þetta er kannski bara mjög misjafnt hvernig fólk er að takla þetta. Já. En þarna varstu, svo sannarlega einn. Já, kannski bara athyglisvert að fylgjast með breyttum aðstæðum og bara, já, það hristir svona upp í hversdagsleikunum. Já. Takk hella fyrir að koma í föstudagsþáttinn og segja okkur frá þessu og gangi þið vel í landvörslunni. Takk fyrir, mín ánægjan.